Já, við ætlum að tala húsnæðiskerfið eins og við gerum hérna oft við Rauða borðið og til mín kominn Sigurður Sigurðsson sem byggingaverkfræðingur. Velkominn. Takk fyrir. Hvernig líst þér á húsnæðiskerfið okkar? Já, hvaða kerfi ertu að spyrja út í? Já, það talað heilbrigðiskerfið og við getum talað húsnæðiskerfið. Já, ég með húsnæðismarkað og þar eru náttúrulega einkaframkvæmdir sem eru með óhagnaðardrifnum fjármögnun og svo erum við náttúrulega með eldri byggingar sem fólk að kaupa sem ekki byggðar fyrir löngu síðan. Þetta mjög fjölbreytta markaður Já. En enga síður þá það búið að vera í umræðinu núna að ungt fólk getur ekki keypt, kemst ekki inn á markaðinn. Og þarna náttúrulega flókið samspil, þetta eru margir aðalar sem koma að, einkaaðilar og opinberir aðilar og svo framvegis, þannig að það ekki kannski Það eru opinberir aðilar sem að setja svona ramman við kringum þetta, það eru opinberir aðilar sem áherslu að vaxtakjör og hverju fá að taka lán Já, það náttúrulega málið að íbúðir sem ætti að vera tilbúnar í dag fyrir til dæmis annan hóp sem ég talaði í þessari vísisgrein. Það hefði þetta farið í undirbúning fyrir kannski 10-20 árum, Og því að svona einhver hverfi eða eins og Breiðholti eða gera á sínum tíma, þetta rís ekki á einhverjum vikum að mánuðum, þetta tekur langan tíma. Og það sem hefur auðvitað farið úrskeiðis að það engin langtíma áætlun til uppbyggingu íbúða. Nei, það stjórnvöld trúa því að markaðurinn muni leysa þetta, þannig að það þarf ekki áætlun. Já, þetta kannski ekki alveg þetta orða þetta. Ekki áætlun? Jú, það ekki vilja stjórnvöld að fólk get ekki komið sér þak yfir höfuðið. Nei, þetta bara fer ekki alveg saman, Það er bara með vitlausa stefnu. Ef verktakafyrirtæki eða húsbyggjandi að byggja og reyna sem það eiga fyrir reikningum og eiga afgang kannski, þá verður hann náttúrulega hámarka sinn hagnað af sinni framkvæmd. Hann getur ekki að hugsa Hann verður það ekki, hann kannski vill það. Hann verður að gera það, annars bara bankinn að taka allt á honum. Svoleiðis að hagsmunir þessa aðila sem byggir á einkamarkaði fer auðvitað ekkert saman við hagsmunir ungs fólk sem kemur peningalist inn á markaðinn. Og þess vegna hafa verið byggðar félagslegar íbúðir, eins og félagsbústaðir sem eru með 3000 íbúðir og við erum með náttúrulega lífeyrissjóðina núna. Þetta sára lítið. Já, það kannski nokkrar hliðar af því máli. Vegna þess að í dag vill fólk náttúrulega bara flytja inn í allt tilbúið og bara harfið út af dyrum og allt spikk og spann. Þegar við vorum yngri þá vorum við að flytja inn kannski tilbúin til trefverk og það tók maður kannski 10-15 ára að klára íbúðuna, Fólk byrjaði með að kaupa ósamþykkta kjallaríbúð? Já, eitthvað svoleiðis, Í dag þýðir náttúrulega ekkert að nefna það við fólk og kannski stendur því ekki þetta til boðinu sín, Það er bannað að búa í svona húsnæði og heilsuspillandi og allt þetta. Fólk gerir það í iðnaðarhverfunum? Já, það náttúrulega þetta fer út í það. Ég sá þetta bara nýja fréttir á Englandi að það eru komið risastór hjólísahverfi af því að fólk náttúrulega kemst ekki í húsnæði. Og það stefnir í það hjá okkur ef að það ekki gerða neinar áætlanir til langs tíma að þá ekki þetta byggja neitt. Þú framkvæmir ekkert nema með áætlunum. En hvað á áætlun að vera? Áætlun getur ekki verið svo að verktakafyrirtækin byggi? Nei, en ef að þú ert ríkisstjórn eða borgarstjórn, það liggur í orðarins hlutarins eðli að þetta stjórn. Og ef þú ætlar að stjórna, þá þarftu áætlanir. Þú getur ekki stjórna nema að vita hvort þú sérst að ná einhverju markmiðum eða hvað þú ætlar að byggja og hvar. Það þarf alltaf að vera í áætlunni. Því ef þú ert að gera þetta bara frá degi til dags, þá náttúrulega gerist aldrei nokkuð skapaðar hlutur, Ég er bara veldur mig, hver munurinn? Segjum að fyrir 10 árum að þá hefði ríkisstjórnin og meirihlutinn í borginni gengið á milli verktakanna og spurt hvað þið að hugsa að byggja mikið? Já, við ætlum að byggja svona mikið, segja þeir. Og þá hætti það þá held ég þetta gangi bara upp, komið í gott ástand þannig 2026. En síðan bara hækkuðu vextir og alla forsendur breyttust og verktakarnir byggðu ekkert að þessu sem þeir ætluðu að byggja. Já, þetta ágætis umræða, Þannig hefur þetta verið núna
verktakarnir náttúrulega bara byggja og byggja það sem þeim dettur í hug og setja á sölu. Draga hendurnar eða... Bara eins og þeirra fyrirtæki þolir eða fara í þrot eða hvað þið gera. En skyldur Reykjavíkurborgar, skyldur ríkisins eru náttúrulega við þegnana. Þetta er batteri, borgarstjórn eða ríkisstjórn, þetta er bara stjórnkerfi borgarana. Og til þess að ungt fólk komist í húsnæði sem kemur út úr skóla kannski 25 ára gamalt eða 30 eða hvað, það er náttúrulega peningalaust og það var hérna áður fyrir til dæmis bara sem dæmi verkamannabústaðakerfið þar sem fólk ekki að vera inn í einhver tíma með þangandi tekjurnar voru komnar upp í ákveðmar þá þurfti að fara út eftir sko. Nei, það var ekki þannig í verkamannabústaðum. Það var þannig allan á einhverjum tímapunkti. Ég held ekki þá fékkstu, þú þurftir að vera með minni fyrstu greiðslu, það verið 5% og svo voru lægri vextir og þú fékkst að fara inn í þetta kerfi vegna þess að þú varst með tiltekin tekjur. Það voru verkalýsfélögin sem að deildus út. Nákvæmlega. En ég held að það hef ekki verið þannig að einhverjum hafi verið sparkað út af því að maður orðin of tekjuðar. Jú, ég þekki svolítið fólk sko. En hvaðan það skiptir ekki alveg máli. En allar götur skyldur þessu operaðara, ríkisstjórnar, borgarstjórnar og svo framvegir eru að þjóna þessu fólki sem á þetta batteri. Að skaffa ódýrt og örugt húsnæði? Já, það þarf að leysa þetta mál. Þessna skrifaði þessa grein. Þetta er ekki búið að leysa þetta mál. Þetta fólk kemur inn á markaðinn, velmentað, oftast nær. Það er rosa hátt hlutfall að mentuð ungu fólki hérna á markaðinum. Nú eru 70% nemandi í háskólanum bara konur og sem er ágætt og þetta fólk kemur náttúrulega bara peningalust nema í foreldrar sem geta borgað fyrir það. Það gengur þetta ekkert upp sko og þannig að þessi málaflokkur, ungt fólk sem er að bara byrja að búa, þetta er náttúrulega fólki sem á börnin í landinu. Þetta er náttúrulega kjarna undirstaðan undir ríkisstjórninni og borgarstjórninni. Það er, þú veist, að fólki geti lifað hérna. Og helst kannski barnafjölskyldur? Ég tala ekki það, já, og það eru náttúrulega önnur vandamál, leikskólamál og allt þetta, en eins og ég segi húsnæðismálin fyrir þennan hóp eru bara á herðum þessa yfirvalda og hvernig sem leysa það eru margar lausnir á því máli. Eins og hverjir, vegna þess að eins og ég er svona þráspyrja þig, að því ég held að ríkisstjórnin og borgarmeirihlutin hafi haldið að þeim bæri að tryggja það að yrði nægt húsnæði en þó í gegnum það sem að markaðurinn skaffar. Þannig að þeir bara engin skylda til þess að byggja sjálf eða finna ykkur aðra leiðir því að auðvitað hlýtur markaðurinn að leysa þetta mál. Maður trúa hér sem ég held að sé ekki að finna neinn dæmi í nágrannlandunum okkar að markaðurinn hafi skaffað húsnæði fyrir hérna tekjulegri. Ég held að það aldrei gerst. Nei, það er alveg rétt sko. Hins vegar hefur borgin og sennilega ríkið líka, ég þekki þetta nú ekki alveg svona í smáturum en hefa keypt mikið af húsnæði af einkaaðilum og þannig að það kerfi hefur verið þessi félagsbústaðir eru meira að minna bara íbúðir sem að borgin hefur keypt af einkaaðilum. Þeir vaksa alveg ótrúlega hægt félagsbústaðir. Já núna, en þeir gerðu það ekki tímabili. Þetta eru 3.000 íbúðum sem voru keypt. Ég held að það hafi verið 2.000 aldamótin sko. Já, gott að vera. Sáralítið tókstur. Nákvæmlega, en það hafi líka komið önnur úrræði fyrir eldri borgara heldur en bara svona þjónustíbúður. Þetta er náttúrulega ekki hjúkrunarheimili sko. Svoleiðis að nákvæmlega hvaða leið eitthvað yfirvald fer á hverjum tíma, nú er búið að vera borgarstjórnarkosningar og með nýjar áherslar og allt þetta, að eftir stendur lögbundin skylda hjá þessum yfirvöldum að skoða þessi mál og hafa þau í lagi, skilur við, og það gerist ekki nema sér langtímaplan. Þannig að þessi borgarstjórn sem er að koma núna, eina sem hún getur gert raunverulega er að setja upp bara nýja áætlun fyrir svona byggingar og leysa þetta mál og það má Guð vita hversu langa tíma það tekur. Ég held að það sé í yfirlýsingunni þeirra sem eru 190 atriði. Þá kemur fram að þau tristi markanum til að leysa húsnæðisvanda. Sko, það er bara ekki þannig í lögunum sko. Það eru skyldur á til dæmis að útlendingar sem koma flóttamenn minna hvað þeir fá húsnæði á vegum borgarinnar eða sveitafélagana. En ég held að lögin og regluna séu þannig að þetta eru bara skyldur sem að Reykjavíkurborg situr upp með og hvernig sem að leysa getur leystað í gegnum einkaaðila og allt það en þetta ástand sem að er búið að blasa við og búið að fjalla náttúrulega mikið bara lengi það er
sko ekki ásættanlegt og bara ekki eins og það á að vera sko. Og við erum að fá núna kynslóður sko á hverju ári náttúrulega við bylgja nýju fólki sem að stofna heimili og það sé stopp algjörlega í húsnæðismarkaði hjá sko hverju kynslóð þetta annari það gengur ekki upp og þetta fólk annarkot flytur það þá bara í hjólísi eða það flytur úr landið. En eins og segir að þá hefur þetta legið fyrir lengi. Já. Verið mikið þetta rætt. Já. Ég hef tekið þátt í þessari umræðu í áratugi. Já, það er ekki annað. Og margir bent á það að þetta stefnir í miklar hörmungar. Þetta bitnar helst á þeim sem eru efnaminnir og meðal annars ungt fólk. Þetta bitnar sérstaklega á einstæðum foreldrum. Þetta bitnar á barnafjölskyldum. Þetta veldur því að börnin okkar halast upp við óörygginn á leigumarkaði, þurfa ofta að flytja. Veldur alls konar félagslegu og sálrænu álagi og þetta veit allir. Já, en þetta er auðvitað náttúrulega bara verkefni opinberra aðila. En heldurðu það því að þú talar eins og að einu opinberra aðila ættu að átta sig á því að þetta væri eitt meginhlutverk þeirra. En maður heyrir það eiginlega aldrei hjá stjórnmálafólkinu. Sko, þetta er náttúrulega ekki meginhlutverkar, þetta er náttúrulega bara, sko, borgarstjórn náttúrulega apparati sem stjórna borginni og innan borgarina náttúrulega alveg argur á verkefnum og ef það er ekki til áætlun yfir öll verkefnin, hvort það er snjómástur eða bygging svona íbúð eða eitthvað annað, þá náttúrulega alltaf kaos, sko. Og það er bara þannig að svona stjórnvald sem með þetta yfirgripsmikið verkefni verða að hafa langtímaplan sem að ný borgarstjórn hróflar ekki við. Það kosið ný stjórn og ef hún allar eins og borgarlínuna núna, þetta er langtímaplan sem búið að vera í ferli núna mjög lengi og búið að endur sko mörgum sinnum allt hannig. Að ef einhver hróflar við því núna, jafnvel þó það væri nauðsynlegt að hrófla við því, þá vitum við að það mun allt dragast. Og það mun ekkert gerast. Það voru lofvörð Sjálfstæðisflokksins með annars? Já, það sýstir ekki máli hvort það hægri að vinstri, sko. Ég er bara að vísa í það var lofvörð þeirra, það var lofvörð Miðflokksins að stoppa þetta. Já, en gott og vel, að ef þú ert með verkefni, þá það ekkert, það er bara verkefni. Og þú þarft að, og ef þú stjórna einhverju svona stóri batteri eins og borginni og ríkinu og í talningin það og allt þetta, þá verður náttúrulega að hafa langtímaplan því að sum verkefni eru bara ekki framkvæmlega öll í einu, sko. Eins og kom fram núna allar að tala Miklubitastokkin, hann átti að vera á áætlun 2040. Nú viljum við gera hans núna strax, en það kemur engin áætlun frá þeim. Ef þú gerir þetta strax, þennan stokk, þá er gamla áætlun ekki lengur í gildi og það er ekki komin í áætlun. Hvaða aðri þættir raskast við það að rjúka í Miklubrautargöngin, það myndi laga eitthvað en það fyrir eitthvað annað úr böndum, skilur kostnaði til dæmis aðgangur að sérfræðingum. Þau hafa bara ekki trú á áætlunni sem að var? Nei, það er bara ekki hefð fyrir því hjá þessum stjórnvöldum sem við erum með. Það er ekki hefð fyrir því að vera með neina svona áætlanir og ef það kemur ný ríkisstjórn, ný borgarstjórn, þá er bara oftar en ekki öllu ítt til hliðar og þú tekur upp bara þína stefnu, ekki gömlu stefnuna, hvað þá einhverju sem var fyrir löngu síðan, skilur Þannig að, en þetta virka bara ekki svona, framkvæmdi virka ekki svona. Þannig hafa allir menntamálaráðurar verið til dæmis, þeir eru bara komið með sína línu hver. Já, algjörlega. Og skólakerfið svona, ég segi ekki að sé stjórnlaust, en það hefði verið hægt að stýra því mun betur. Já. Ef að hver menntamálaráðura var ekki alltaf að reyna að setja sitt marka á þetta. Já, þú verður að hafa langtímaplan, þar sem hlutir eru fastir fyrir ákveðna málaflokka. Til eins og heilbrigðiskerfismanna og í talningum þessar íbúðabyggingar sem við erum að ræða og ný stjórn á ekki að taka lestina á sporinu, sko, þá bara stoppar hún, skilur. Þetta er verkefni sem við viðlóðandi á hverju ári koma alveg, ég veit ekki hvað margir einstaklingur og nýhjónabönd og þú veist allt þetta og við vitum það alveg, það er ekkert ný uppgötun, sko. En að þetta fólk komist ekki í húsnæði, þetta er fyrsta skrefi ef þú ætlar að gifta þig og eiga börn og heimili, þú voru að komast í húsnæði. Svo þetta er líka húsnæði þú ætlar að skilja, þá er þetta 2 íbúðir. Já, ég menna fólk kannski skilur að því að það kannski endar með því að leigja eitthvað á okkur verði og flýr bara frá skuldunum, sko. En þú segir að stjórnvöld þurfa að hafa áætlun. Já. Og mér finnst það hljóma eins og það vera áætlun að þau geti stuðlaðið í eitthvað þið byggt upp.
Við vitum hins vegar að til dæmis þeir flokkar sem að mynda meirihlutann í Reykjavík, Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Viðreisn, allt flokkar sem að eru á móti eða hafa ekki trú á einhverjum ástæðum í svona inngripi hins opinbera og trúa því staðfastlega, ég ekki að þetta fólk trúir þessu, að þessi besta markaðurinn finni lausningar. Það sé ekki stjórnmálamannana að finna lausn fyrir þetta fólk sem þú ert að nefna, sem að koma út úr háskólanum, barnafólki, það ekki stjórnvalda að útvega því húsnæði, heldur mun markaðurinn gera það og hann gerir það betur eftir því sem við minna eftirlit með honum. Þú kannast við þetta? Já, ég kannast alveg við þetta. Þetta búið að vera ríkjandi stefna á Íslandi síðan 1991. Þetta náttúrulega framkvæmdir, bara óháð pólitík. Það til faggrein sem heita framkvæmdafræði, það sem læra í 5-10 ár hvernig á að framkvæma svona verkefni. Og það þýðir ekki fyrir einhvern í pólitík bara allt í einu hann komin á þingu eða inn í borgarstjórn, hann geti leyst þau mál. Hann getur það ekki. Þú þarft langað háskólanám til að gera svona skipulag. Og það verið að kaupa til skipulagsvinnu frá arkitektum og það allt í mjög góðu standi. Þeim alltaf bara falin ákveðin verkefni sem eru samt ekki inn í neinu langtímaplani. Þar kemur náttúrulega vandamál alltaf upp aftur og aftur. Það byggð einhver þéttingareitur eða hvað fara í. Alveg sama hvaða framkvæmdir þú ert að bá í, þú þarft að skipuleggja þau, þú þarft að plana þau, það þarf leyfi og það þarf peninga. Þetta gerist ekkert á einhverju stuttum tíma. Þú lendar alltaf á sama vegnum. Og við erum bara að sjá það nokkuð dæmi að menn að stíga út úr Alþingi bara í stjórnunarstöður á mjög stóru verkefnum, menn sem aldrei nokkuð tíma stjórna svona verkefni, skilur við. Og hvort það ég nú ekki verðt að vera að tala beinir sem ég bara að segja þetta er bara svona, menn eru komnir í völd sem þeir náttúrulega komast upp með og þeir skipa bara vini sína eða sjálfa sig. Þú meinar að menn endi í starfi sem þeir ráðu ekki við? Nákvæmlega, ég meina að ef þú þarft 5-10 ára háskólanám í einhverja verkefni sem að ef þú það teiknar börðhóli í 20 og hefða blokk, þá hleypur ekki út af Alþingi og teiknar börðhóli, skilur við. En menn að gera þetta í áætlangerðunum, og þessum ákvarðantökum þó að auðvitað pólitíkin sé til þess að kjósa og velja leiðir og stefnumótun og allt þetta, þá eru þeir ekki mennið sem sita við teikniborðið og teikna göduna, skilur við. Nei, gefur ekki mikið fyrir þetta sem ég að reyna að koma að stjórnmálafólkið, það einfaldlega ósammálaður. Að það eigi að gera áætlanir að það verði til húsnæði fyrir þetta fólk, heldur eiga þau að haga því svo að markaðurinn gerir það sem best. Já, ég skildi alveg en ég á svolítið erfitt með að prjóna þetta saman. Það mun bara aldrei hlusta á þig að þau þurfa að gera okkur áætlun og það myndi segja Sigurður, alveg þvert á móti. Ef við förum að gera okkur áætlun það hvernig fólk sem kemur út úr háskólanum að fá húsnæði, þá fer allt í steik. Eina leiðin til þess að það gangi smurt að láta markaðurinn þetta. Þarna lendir náttúrulega allt systemið bara á vegg, skilur. Þú getur ekki, alveg sama hvað sem mikið er langað til að þú ert kosin til 4 ára og þú vilt náttúrulega á þínu kjörtímabili koma einhver í verk og allt þetta, það er góðu vilji og bakvið allt saman, skilur. Og hvernig þetta fittar inn í einhver hægri vinstri pólitík, það er ekki það, ég segi bara framkvæmdir, þarf að framkvæma eftir einhverju faglegu ferli, annars bara gerast ekki og það er það sem við lendum í núna. En það er ekkert verið að framkvæma, það er ekkert verið að kasta til hendinni með svona uppbyggingu á einhverjum reitum, svo veist á endanum er þetta einhvern veginn gert svona þokkalega skamlaust eða eitthvað? Svo framkvæmdin sjálf, en svo er það annars verið að tala áætlanir og eins og það framkvæmd. Þegar að borgin skipulegur svona þéttingu byggðar, þá er þetta ekki gert í heildarplani fyrir borgina sem slíka og það koma sjúkrahús, einhver blokk þarna og þarna áður að veist að vera göturnar bara stíflaðar af því það var engin áætlun heildarplan, hvernig á að hafa umferðina,
hvað margir mig að búa í þessum hlut og hvaða götur þeir eiginlega ferðast og allt þetta skilur. Þannig að heildaplanið í klessu. Já, það ákveðið plan. Til dæmis, þú nefndir hérna miklu braut í Stokk sem að reynda að byrja að tala núna að séu göng sem að verður ekki alveg sama röskun og umferð og framkvæmdatímanum. Ég pröfu að spyrja fólk sem hefur haldið fram að vilja fá miklu braut í Stokk. Þá ég spurt, hvert á umferðin að fara á meðan á framkvæmdatímanum? Og þá svarar fólk svona, kannski ekki alveg með því orðalagi, en merkingin svo, það reddast bara. Já, ég skil það alveg. Það áætlunin. En ertu þá ekki að tala við einhvern sem búin að vera 5 eða 10 ári í háskóla að læra hvernig hann á að gera það? Þau svara yfirleitt svona, ég meina, svo umferðin finni sína leið. Já, myndi sjálfs gera það einhvern veginn, sko. Já. En grunnurinn að þessu að það hefði aldrei átt að skapast neitt ástand, skilur. Þetta plan hefði átt að vera þannig klárt með góðum fyrirvara að þá væri búið að plana hvar umferðin ætti að vera og það alveg saman með svona íbúðabyggingu. Ef þú ert ekki búin að plana lóðirnar, skipulagið og peningamálin og allt með góðum fyrirvara, þá ekki byggt. Eða þú bara sleppir því að setja miklu braut í Stokk. Því að það eiginlega óframkvæmanleg framkvæmd út af þessu. Þú getur planað. Þú þarft eiginlega að vera búin að búa til nýja vegi áður en að því kemur, sko. Þannig það getur ekki verið lausnin á því að laga flæðið, heldur þarftur nýtt flæði til þess að geta byggt það. Til þessar áætlanagerðin, hún leysir það og maður sem ger áætlununa, hann tala við sérfræðingar sem að kunna leysa það og setur það svo inn í áætlununa. Þannig áætlunin gerð. En kannski virkar það þannig. En þessi umræða, hún alltaf á einhverju plani sem eins og allir getur leyst það, skilur. Ég að velta verið með ákvörðu það Kannski það þannig að það einhver maður sem býtir planið og sýnir stjórnmálamanninu það. Og stjórnmálamanninu sagði, nei, ég get aldrei selt þetta, sko. Þetta allt of flókið. Þannig ég sel bara stokkinn og gleymi hinn. Þetta nákvæmlega rétt að og ég bara því miður þá hefur þetta verið bara svolítið gegnum gangandi, bara mjög lengi, að við sjáum einhvers konar, hvað ég var að segja, einhver monument hérna, einhver minnisvarða rísa einhverja stjórnmálamenn og það ekki að spá í það að það passar inn í eitthvað plan, skilur við. Það bara, þegar hann fyrir í kosningar næst, þá koma myndir af þessum mannverkjum í kosningabæklingunum og þá hvað þetta passar eitthvað fyrir íbúana eða hvað, sko. Þannig að... Þú nefndi Breiðholtið á hann. Já. Finnst þið það að vera minnisvarði stjórnmálamenn? Stundum Bjarnar Ben eldri eignað þetta, að hann hafi slegið á svona hnútinn í kjarasamningum og tekið upp kröfur verkalýðshreyfingarinnar. Já, ég get nefnt nokkur svona dæmi, ég þekki verkfræðingar sem unnu við þetta og þetta voru hús sem voru reist fyrir mjög lítinn pening á mjög stuttum tíma. Af opinberum aðilum. Já. Og byggingafyrirtæki opinbert byggingafyrirtæki sem smíðaði mest af þessu og kom í nýja tækni og lækkaði byggingakostnað. Já, hér Breiðholt. Og en þarna var bara dæmi, fólki var þarna starta á þessum þröskuldi, það var rosalega húsnæðisskortur og þeir leystu þetta bara, verkfræðingarnir, skilur við. Þeir gerðu áætlanir, en þeim var bara falið þetta verkefni. Að byggja eins ódýrt og örugt og hægt Já, byggja hratt og byggja örugt og þeir gerðu örugglega áætlun fyrirfram hvað þetta myndi kosta og hvernig þetta tilbúið og sko ef það ekki áætlun þá fluttu nýja tækni eins og flekamót og fleira sem það hefur ekki sést. Já, þeir stiftu mikið einingum á staðnum og þannig að þeir gerðu plan sem gekk upp og gott dæmi það. Þetta bara langt síðan og nú náttúrulega liðin 50 ár og þetta gera þetta miklu sniður í dag, skilur Kannski hafa verkfræðingar mist svona eða stjórnmálamenn hafa ekki sömu tiltrú á verkfræðingum. Þannig ef þeim því sleppt lausum þá þetta svona eins og langa vitleysa upp í Breiðholti að það verður að hafa önnur sjónarmið heldur en hagkvæmnina ykkar. Já, sko, verkfræðingar náttúrulega og stjórnmálamenn á Íslandi þetta kapitel út af fyrir sig, sko. Og ég get að segja þetta síðan eitt vondi menn eða hafi gert einhverja vitleysu, sko, en á svona litlu markaði þegar allir þekkja alla og þá hefur þetta náttúrulega verið raunverulega ekki raunverulega markaður, þetta raunverulega meira einhvers konar var allavega mikið klíkuskapur og allt hannig.
Ég held að stjórnmálamenn hafi ekki neitt sko mist neina trú á neina sérfræðingu eða þannig, en það sem að gerist auðvitað og vitleysan finnst mér allavega að það er ekki gert langtímaplan og þegar að stjórnmálamaður ákveður að fara í nýtt hverfi að þá það ekki byggt á að það sé plan sem að var gert fyrir 20 ára, nú komið bara að þessu hverfi, skilur við, og svo næsta hverfi og þá alltaf umferðin verið plönuð með hverfinu og allt þannig og hann alltaf bara færi sína verkfræðinga og verktaka eftir einhvernum útboðsleiðin til þess að sinna þessu verkefni og það er þetta sem vantar, þetta skipulag langt fram í tíman. Orðu hvernig á þetta skipulag að vera? Þú ert með aðalskipulag sem að sér meðal annars umferðaræðarnar og fleira. Nókala. Síðan kemur að því uppbyggingu á þessu hverfi að þá það heitir eitthvað sem kemur áður að deiliskipulagi sko? Jú, en í einhver svona aðalskipulagi það kemur ekki gott á pening til að byggja þetta hverfi, skilur og það þarf að leggja skólp og lagnir og malbygga og allt þetta. Þetta er annar pakki bara fjármálin, framkvæmdin og svo skipulagið og svo verkáætlun, skilur ef þú ert ekki með allt á hreinu, það þýðir ekki að hafa einn hluta á hreinu og allt hitt í klessu, það virkar ekki. Ertu að tala um að þetta hægi á uppbyggingu borgarinnar? Eða þetta sói peningum? Já, það gerir það náttúrulega alveg tímalaust. Það er náttúrulega miklu dýrari framkvæmdir að gera þetta svona óreglulega eða án þess að hafa sko nú getur verið að þeir séu með plan sem ég hef ekki séð, ég hef náttúrulega ekki komist í skjöl borgarinnar en mér sýnist þetta að vera svolítið þannig að þetta er ekki með langtímaplan og þegar ný borgarstjórn kemur þá er bara þeirra ráð tekin upp eins og nýji listin sem máðast af einni og hann er ekkert listi frá fyrirvændi meirihluta, örugglega ekki og en þá er ekkert spáð í hversu mikið af einhverjum hlutum eins og borgarlína, það er náttúrulega búið að vera á borðinu núna í annan áratug og ef það á að rótast við því sem maður getur vel mögulega þurft að gera, ég veit það ekki en það senkar náttúrulega öllu og það verður dýrara. Það er bara ljóst sko. En stjórnmálafólki til dæmis sem myndaði meirihluta núna, að það upplifði að það er að reyna að lesa í kröfur almennings og upplifir að þessi krafa breytingar. Þú ert eiginlega að leggja til að breytingar þetta minni. Það frekar að halda sig við gömluplönin? Nei, ég held að bara fólk almennt bara venjuleg fjölskylda, hún veit náttúrulega bara fara út í búð okkur við matinn og sækja krakkan í skólan og gera þetta sem að fólk er að gera. Þurfum við ekki að skuttla allt og mikið að vera alltaf fast í bílum? Jú, nú það alltaf hægt í að umfyrirna svo mikið sko og þetta skjótast úr vinnunni eða eitthvað. Það sem er líka skipulagslýs að þetta skuttlað af hverju er þjónusta við börn. Þetta er langt frá því þessum börni búa, ég næði því ekki alveg. Nei, það er... Börni get ekki keyrt eða... Nei, það er nákvæmlega þannig sko. Þetta verið gungufjalla fyrir litlar fætur. En hvað er það? Að ég held að svo talum að með fólkið og pólitíkina að fólk vill auðvitað bara geta búið með einhver svona þægilegum hætti í borginni og eða komið til borgarinnar og sótt þjónustu bursi hvort það er einhver hægri vinstri pólitík en sko ef að það er ekki búið að leysa úr umferðarmálum til dæmis og hvernig ætlar að komast á milli staða, það ætlar að komast í leikhús bara og það strandar allt ef þú hefur ekki samgöngukerfi og húsnæði þá er engin borg, skilur Svo skil ég aðeins hvað er skipulag af því að við nefndum skuttl og eitthvað fleira. Þau tókum bara annað dæmi sem að er fyrir ekkert svo löngu síðan að voru framhaldsskólarnir í Reykjavík voru hverfisskólar. Svo ákvað einhver að það var ekki þannig að þú getur farið bara í fjölbrautaskólan í Garðabæ og ég upp í borgarskóla eða borgarhaldsskóla og þetta er náttúrulega, ég veit ekki að geta einhver umferðarfræðingur sagt þetta við okkur hvað þetta hefði aukið álagi bara á gatnakerfinu að fólk er að hendast á milli hverfa til þess að fara í framhaldsskóla. Hvað er þetta skipulag? Þá myndi eitthvað segja, heyrðu, við getum ekki aflétt þessu að skólarnir séu hverfisskólar þess að það mun leiða til þessa og við höfum bara ekki gatnakerfi fyrir það. Þetta er þannig svoleiðis. Sko, þetta er þetta náttúrulega hluti af einhvers konar áætlun að gera ef þú gerir áætlun. Það var ekki að gera áætlun í þessu. Nei, ég veit það, ég er að segja það. Ef það er einhvers konar aðgerð sett í ganga eins og þú talar breyta skólakerfinu þarna og það er ekki hluti af einhverju plani, þá náttúrulega virkar það ekki. Og til að takast á við svona misræmi milli ákvarðana og allt þetta, til dæmis í Bretlandi sem ég var í námi, þá
þá eru bæjarfélagunum ekkit falin svona verkefni. Það bara stór svæðistjórn sem sér umferðarmálin, sér lögguna, þú veist, allt þetta stóra kerfi. Borgarstjórinn, hann kemur bara og opnar klippur á borða, sko, og hann þarf ekki að hafa ágjörð af þessu, sko. Þannig að ef þú ert ekki með svona stórt samræmi og yfir stærra svæði heldur við erum með, við erum alltaf mjög lítið samfélag og við erum með fullt af skipulagsfulltrúum og bæjarstjórum og þá endum við náttúrulega, til þess að Reykjavíkurborg væri með sín félagslegu úrræði í húsnæðismálum í lagi og hefur nú reynda verið svona alveg tokkalega betra lagi en hinir, já. Að þá flýr fólki bara úr hinum sveitarfélagum bara til Reykjavíkur til að komast í félagslegt húsnæði af því að þetta næri ekki yfir starra svæði. Og margir haldaði fram að það sé stefna sumra af hinnum sveitafélagunum. Það er ábyggilega, annars værið þeir með þessar íbúðir. Það eru varla til hérna á höfuðborgarsvæðinu nema í Reykjavík og svo aðeins í Hafnarfirði. Já. En önnur sveitafélög komast upp með að hafa ekki félagslega húsnæði. Þannig að borgin hefur svolítið liðið fyrir þetta, að hún er með mikið af þjónustu sem er hvergi eða annars þar á landinu og læknir að senda bara fólk hingað og þangað á landinu til Reykjavík til að komast í þjónustuna. En Sigurður, ef við myndum spyrja fólk á höfuðborgarsvæðinu, viltu sameina sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu? Þá get ég alveg lofa því að mikill meirihluti í öllum smærri sveitafélögunum mun segja nei. Já, en þeir gera þetta samt í borgarlínunni. Jú, en ekki gengur það vel. Það var náttúrulega aðal kosningamáli fyrir kosningar, allir að lofa því að taka þetta upp eða hafna þessu og þannig að enginn af stjórnmálamönnum beygði sig undir samningin lausnina á samgöngumálum höfuðborgarsvæðis. Nei, þeir skrifa allir undir með sáttmála, samgöngusáttmála. Það komið nýjir sem við ætla ekki að skrifa undir hann. Já. Og hann á að fara í endurskoð, það er eitt af loforðunum hjá nýjum meirihluta. Það verður endurskoðað fyrir haust, Þeir sögðu nú í gæri fyrir þetta að það myndi ekki tefja framkvæmdir þar sem hugmyndir sem það verður með, sko. Dream on, segi ég nú bara, sko. Já. Ef það taka hann upp, heldur það tefja ekki? Það gengur ekki, en ég segi bara, sko, í þessu verkefni var samstarf milli sveitafélagana og það skilaði árangri. Ef þeir væri með samstarf fleiri mál og þeir eru það náttúrulega örugglega með hitaveitu og þú veist fullt slökkviliðið og lögguna og fleira, þannig að svona samstarf milli þessa aðra á höfuðborgarsvæðinu, það er mjög nauðsynlegt, sko. Það gengur stundum gengur það ekki. Nei, ég veit það. Ég geti það gengur ekkert sérstaklega vel í strætó, af því að svo ólíkir ólíkt hagsmunamat þar inni. Þannig að fyrirkomulagið að hafa einn stjórnarmann frá hverju sveitafélagi held ég að hægi mjög á uppbyggingu strætó. Það er ekki sá sem helst vill uppbyggjum strætó sem einhvern veginn ræður för. Þannig að það er mjög mikil tregða þarna. Annað dæmi eins og þann Sorpa, það sem er svona saman. Ég held að stjórnmálamenn ganga svolítið fyrir því að axla ábyrgð, þú veist, allavega í kosningum. Að þeir geta verið kosniburt. Með því að búa til sérstakt fyrirbrigði sem heitir Sorpa, þá er komin ákveðin fjarlægð frá kjósetum. Þannig að þar eru teknar alls konar ákvarðanir sem eru aldrei borðnar undir kjósetur, ekki í Reykjavík eða nokkuð staðar. Ég veit ekki hvort að til dæmis Sorphirðustöðin sem var algjört fíaskó, verkfræðilegt fíaskó, það sem var keypt ykkur lausn sem að ég held að flestir hefðu getað sagt að býtu af hverju ættu við að vera að kaupa ykkur að lausn sem hefur bara verið reynd á einum staði mjög skamma tíma. Eigum við ekki bara að kaupa þrautreynda lausnir? Einhvern tíma var ég að velta fyrir mér að kaupa bíl, þá hitti ég bílvirkja sem sagði að keyptu Skóta. Og af hverju ættu við að kaupa Skóta? Af því að Skóta er tækni sem var reynd í Audi, þrautreind í Volkswagen. Þannig að það fer ekkert inn í Skóta sem virkar. Þannig að maður myndi halda það að við ættum að kaupa sorpeyðingarstöð sem væri þannig. Ekki kaupa ykkur á tilraunastarfsemi frá Danmörku. Þannig ég er bara að taka svona dæmi það. Ég skildi alveg og það er bara, ég held að þetta nefna slatta verkefni þar sem að einhver svona stóra ákvarðanir teknar í pólitíkinni og mennindi sem fara á fundi erlendis að gera þessi viðskipti er ekki endilega mennindi sem að vita hvað á að gera, skilur. En ég veit ekki. Þú kunni ekki að spyrja réttu spurningana? Kunni ekki að spyrja réttu spurningana? Já, þú er náttúrulega að kaupa bíl, þá þetta vita eitthvað bílinn, skilur.
En ég ætla bara saman þessi húsnæðismála að sko þá myndi þessi svona samstarfssveitarfélagin hérna, einhvers konar byggðasamlega hvað við kalla að hérna það myndi virka miklu betur en Reykjavíkurborg sé ein að byggja upp svona svakalega mikið af félagslegu húsnæði og þurfa að taka á móti fólki hérna alls staðar á landinu og hafa þetta í einhverju skonar hérna prógrami sem náttúrulega við þekkjum alveg, það er búið að reyna hérna gegnum tíðina enga framtæki mun aldrei byggja yfir fátækt fólk sko. Það er bara ljós sko. Og það er alveg sama hvað hver segir að það mun aldrei gera sko. Ein afleiðingi verður svo að hérna, fjölskyldufólk ein afleiðingin er svo að verð á húsnæði í Reykjavík ríkur upp öllu valdi. Er orðið bara eins og í París innan ringsins eða inn á Manhattan eða eitthvað. Bara fáránlega hátt verð víðast í Reykjavík sem veldur því að hérna, fjölskyldur sem eru nýkomnar inn á húsnæðismarkaðinn og nýkomnar inn á atvinnumarkaðinn og kannski ekki með hæðstu ævitekjur sínar strax að það býr mjög þröngt með börnin sín. Þannig að valkostir þessa fólks sem er núna að hérna, fara kannski úr 2 íbúðinni í Reykjavík og yfir í raðhús með garði í Þorlákshöfn. Þar sem hún færið eitthvað svona lífsgæði sem að hérna, henta fjölskyldunni. En á móti kemur að þá eru við með samfélag þar sem þetta fólk að keyra yfir heiði til þess að fara í vinnu. Já. Sem er eiginlega algjörlega gaggalagú. Þetta er náttúrulega bara þannig virkar markaðurinn skilur eins og í Bretlandi þegar fólk núna að flýja bara í hjólísi sko í stórum stíl en hérna já, byggðarlögin Selfoss, Hveragerði, Þorlákshöfn var náttúrulega stekkað mikið í þessu ástandi en þeir sem eru þetta keyru verðið á markanum eru þetta bankarnir og lífeyrissjóðirnir og fólki sem er að kaupa íbúður að koma nýtt inn á markaðin, það er fólki sem er að borga í lífeyrissjóðina og þegar það mætir í opið hús einhvers staðar þá er það bara menn frá lífeyrissjóðina sem er að með milljarða í vasanum og getur það staðgreitt skilur þannig að það er ekki Akkur eru menn frá lífeyrissjóðum? Já. Ég var hérna með fasteignasala Tæknilega séð, þeir fjármagnaði þessi kaup náttúrulega. Ég var hérna með Baldur Jesorski daginn, hann fasteignasali og hann var að segja það væri annars vegar leigufélögin en langstæstu leiti sterk efnaðir einstaklingar sem var að kaupa sína 3., 4., 5. og 7. íbúð til þess að setja á leigumarkaðin sem hann var að hitta. En hver fjármagnar leigufélöginni? Það eru bankar og bensinstöðir eins og eitthvað. Já, sko en svo er náttúrulega fleiri hliðar á þessu máli. Það er hægt að byggja hús í dag með miklu meiri tækni heldur en var fyrir ekkert löngu síðan. Og hérna það voru gríðarleg þróun í bara framleiðsla húsum í sko vesmiðum svoleiðis að gaman að maður getur séð þetta í hvert fólk til að fara inn á YouTube og googla það og að það getur séð hérna uppbyggingu á svona fjölbýlishúsum í Kína. Það er mjög gaman að horfa á það gert af því að þetta er mjög ótrúlega hraða. Þetta er bara í nokkrum löndunum og hérna Bretar keyptu nú 6 risastórar einingaverksmiðjur frá Kína sem ríkið keypti bara og dreifði þeim all land og þær framleiða 5.000 íbúðir á ári hver verksmiðja sko og þetta var gert bara til að koma einhverju skikja á markaðinn. Þannig að það er ekki alltaf að vera einblíðin á að borga allt niður, það er svo félagslega kerfi, það er ekki endilega að kaupa rándir íbúður. Það er hægt að byggja íbúður ódýrara í dag og þannig það er ekki gríðarleg fórn fyrir sveitarfélag að gera þetta en þetta er skipulag, þú veist, þess svona fer ekki í gang nema með miklu skipulagi, miklu fjármagni og hérna útsjónarsemi skilur sem á plan sem stendur alveg ekki bara 1 kjörtímabil, þetta er bara 3-4 kjörtímabil. En þú myndir vilja fá svona kallar þið Bandaríkjamenn ekki svona SAR, svona keisara í tilteknu máli sem að gæti ráðið í kringu sig fólk til þess að búa til áætlun hvernig megi leysa húsnæðisvandann á Íslandi til einhverja áratuga. Það eru hérna verkvæðistofur sem eru með sko stóra mannskap og hérna ég meina það er hljóta að geta gert svona verkefni, ég skil ekki annað sko. Það er nokkra mjög stóra verkvæðistofur hérna og það kemur mjög óvart ef það geti ekki bara leyst þetta. Ef að borgarstjórinn hringir í það og segir hérna
Getið þið komið svona plan til næstu 20-30 ára og byggt? Það er ekki nóg að hafa verkfræðing, þú ætti að hafa eitthvað sem að finna fjármögnunina sem að Jú, það er náttúrulega gert. Selur þetta inn í lífeyrissjóðuna. Já, nákvæmlega, sko, en ég meina, þú veist. Skilur hvernig skuldabréfamarkaðir eru í útlöndum og það er náttúrulega líka. Planið gengur út á það að safna þessu öllu saman og segja hvenær á að gera hvað og hvað það kostar og svo framvegir. Þannig að það sé allt í einhverju ramma þegar þetta er samþykkt að lokum hjá stjórnmálamunum, þá sé komin einhver fast plan að byggja 50.000 íbúður á 30 árum eða hvað og þá vitum við alveg nákvæmlega hvað kom margar íbúður ári og við erum búin að reikna út mannfjölda sem við reiknum með að komi þurfi húsnæði og þá gengur þetta bara allt upp og þá er engar umferðartafir ekkert í líkingu sem er í dag, skilur við, þá er búið að græja umferðarmálin og skrifstofu húsnæði og þú veist þannig að fólki skólarnir, þetta er allt í einhverju plani sko. Núna er þetta ekki í einu plani. Nú. Svona plan var gert náttúrulega í Svíþjóð, mjög frægt og skipulagt á 7. áratugnum, svipaðum tíma og við vorum að byggja upp Breiðholdið. Kallað milljónaverkefni, við ætlum að byggja 1.000.000 íbúðir og gerðu það á 10 árum, eitthvað rétt rúmlega það. Ég man eftir að ég herði svona eldri mann í Svíþjóð orðaði þetta eitthvað þannig að hann sagði eitthvað einn svona þú getur ekki ímyndaður breytinguna sem að varði í Svíþjóð. Það var eins og allt í einu slæðið þögn á landið og maður hugsaði rosaleg átök og læti voru þetta. Þá var hann að tala það erfiðleikarnir sem að felast í því að það sem að fólk er að reyna að byggja fjölskyldur og í ónýtu húsnæðiskerfi. Nákvæmlega. Þegar þetta verkefni kom og allt í einu bara var eins og leyst úr málunum. Og það dugði í einhver svona 15-20 ár. Nú eru svona aftur umræður í Svíþjóð hvort þeir ekki að fara í eitthvað sambærilegt verkefni aftur. Því að vandinn er komin, en hann er kannski ekki sambærilegur og þá var. Þetta er náttúrulega á tímum þegar fólk var að flytja og sveita í borg og voru stórar fjölskyldur og eitthvað svolítið. Kom í bylgjum og alltaf. Já, þannig að þetta er kannski svona annars konar verkefni sem að yrði alltaf núna. Ekki svona mikið uppbyggingaverkefni. En eftir þetta, stór hluti af þessum íbúðum fór inn í félagslegt kerfi sveitafélagana. Og það er ennþá þannig að í Svíþjóð að þau eru svo stór hluta markanum að þeir halda niðri leiguverði. Ekki allstaðar, ekki kannski alveg inn í miðri Stokkólm eða Gautaborg sem er svona mikil eftirspurn eftir að vera. En heilbrigði markaður þar er miklu heilbrigðir heldur ekki hér. Það er til dæmis semja félög leigjenda hækkun á húsaleigu, þannig að þú er þeimavellir með stórt leigufélag og vilt hækka að þá verður að semja við mig formann leigjendasamtakanna. Já. Þetta er ekki til hjá okkur og það vantar allt svona prógramskilur og sko plan að gera áætlanir í svona byggingaverkefnum er sko algjör galdur og eins og Empire State byggingin í New York hún var byggð á 1 ári og 40 dögum sko og þú veist þetta er engin smákofi sko í miðbæ. Ef þú vinnur eftir áætlun þá er þetta að gera kraftaverk. Getur jáfnvel reist Sundabraut? Sko, ég menna, ef þú ert ekki með áætlun sem er í lagi, þá er þetta allt í klessu. Ég nefnir Sundabraut sem ég held að þetta er 25 ára gamalt fyrirbrigði. Við erum engu nær. Við veitum ekki hvort þessu göng eða hábrú eða lágbrú, við erum engu nær eiginlega. Við erum engu nær hvar þetta á að tengjast inn í Laugarnesið og þar. Hvort þetta, hvernig þetta fer inn í Grafavogin og hvort það komi þá akrein frá Vesturlandsveginum yfir engu nær. Þetta er 25 ár. Á hverju er þetta svona? Það er náttúrulega eitt vandamáli er að þetta við dreigist svo svakalega að á meðan þetta hefur verið í svona umræðu þá hefur bara borgin stækkað og það býr núna mikið af fólki fyrir ofan 11 ár og ég held að hagnaðurinn að því að gera þessa braut minki bara með árunum að þetta var, þegar þetta var að byrja að tala þetta þá var náttúrulega bara flestir fyrir vestan 11 ár og við vorum að tala bara veg út úr bænum sko. En núna þeir sem að búa fyrir austan 11 þeir ekki að fara út úr bænum gegnum Sundabraut sko. En þetta er hugmyndi núna er að þetta taki umferð upp í Grafavog að hluta til, upp í Mosó jafnvel að hluta til og þetta skapi byggingasvæði við Geldingarnes og þar frá undir göttunum. Já, ég heldur alltaf ekki að hleypa Grafavoginum inn í þetta sko.
Grafásbúar vilja það ekki, en í planinu þeir vilja alls ekki þessa tengingu á milli Vesturlandsvegarins og Sundabrautar. Nei. Af því það munu sitja bara hraðbraut þvert yfir Grafavoginn. Já, ég held að þú horfið bara til 20 ára í viðbót fram í tíman. Hver væri þá ávinningur að eiga þessa braut? Ég held að hann væri bara enginn, sko. Nei. Þá allir fluttir ofar í bæinn. Þú getur ekki byggt næstu 20 ára hérna niður í bæ og þetta fara með fólkið eitthvað austur fyrir 11 ár. Og það er ekkert að því fólki allar að fara í gegnum Sundabrautina, sko. Ekki sem í Úlfarsárdal þar sem á að byggja 10.000 heimili. Akkurat, já, það er bara fyrstu skrefin, svo er bara núna Kjalarnesið og áfram með fyrir, sko. Þannig að það næstu 20-30 árin þá verða þessi braut algjörlega bara þannig séð, við verðum bara hérna vestan 11 bara gamli bærin, sko. Þannig að það er ekkert hugsað svona langt fram í tíman hvað þá séu gerð plön og hérna þú skoða þessa punktar sem að nýja borgarstjórnin var að birta hvað ég gerði það fyrir þetta hérna þú veist, þetta er ekki plan, þetta er náttúrulega bara óskalisti og það er ekkert fjármagn að baka við þetta. Þetta er bara þetta er fínt minnislisti en það er ekkert plan að baka við þetta. Innkauparlisti út í búð en þú ert kannski ekki með buddula böður. Nei, ég meina þetta er ágæðislisti en þetta er fyrir borgarbúa að sjá hver verða örlög okkar hérna sem búum í borginni út frá þessu plani, það er bara 0. Herðu Sigurður, þú ert að skrifa þetta sérstaklega út frá hvernig stjórnvöld kæmu við yngri kynslóðina, hvernig svöruðu þörfu þeirra á húsnæði. Af hverju er þetta að skrifa svona? Ég þekki nokkra unga menn sem eru síðastliðin 20 ár. Þegar þeir kom inn á markaðin fyrir 20 árum með háskólapróf og hafi ekki enn komist í störf og maður fer að hugsa hvað kom eiginlega fyrir þessa menn. Af hverju fengu þeir ekki vinnu? Ég þekki marga sem fengu vinnu. Já. En ég þekki nokkra sem fengu aldrei vinnu og voru samt með langskólanám og þessi málaflokkur ungs fólks, hann er náttúrulega sérstakur að því leitinu að fólk kemur inn á markaðin og ef þú þekkir það er enginn í fjölskyldu í pólitík eða að þá eru þínir hagir bara öðru vísi, sko. Þá er þetta dæmdur að fara á leigumarkað? Já, og ef þú færð ekki vinnu alltaf þú með háskólaprófi í lögfræði eða einhver öðru fara bara að keyra vörubíl eða þú veist, ég er bara búin að horfa upp á þetta og mér datt þetta bara í hug þegar ég setti saman þessa grein að þetta er náttúrulega, svo eru leikskólarnir miklaðir og bandaskólarnir, þú veist, þetta er ekki bara húsnæðismálin, þetta fólk sem stofna fjölskyldu í dag, það er að byrja bara að kaupa inn í íbúðinni hjá sér möblur og næsta dag er bara að mæta í, þú veist, vinnuna að hérna, ef það fær húsnæði að segja, sem er náttúrulega ekki lengur í búði, að hérna ég sá að þetta er náttúrulega bara að verða risamál og ef það kemur núna kynslóð, ef þetta verður svona ástandi næstu 20 árin, það verða bara enga barnafjölskyldur eða þú veist, ekki eins og var sko, þetta fólk, ég þekki fólk sem bara er að vinna erlendis. Ég þekki unga mann sem er á Kýpur í dag, hann vinnur fyrir Arion banka og hérna, þú veist, þetta fólk í dag, hérna ungt fólk, því er alveg saman hvar það býr eða bara fær, þú veist, mannsamandi aðstæður. Ég fór í mat hjá konu í Berlín, unga konu. Það verður helst kjósa að búa hér kannski? Kannski myndu flestir helst kjósa að búa hér? Jú, hérna eiga með náttúrulega fjölskyldu og ættingja. Það er kannski ekki að þetta vil ekki til að búa hér á ónýtum húsnæðismarkaði og lifa hérna, miklu lakar lífi heldur ekki að lifa annars þar, ég held ekki. Já, bara eins og ég segi, ég fór í mat hjá fólki hérna í Berlín og þau voru búin að búa hérna alltaf tíma og hérna þau sögðu mér hverju viku eru nokkri Íslendingar að flytja til Berlínar, hámenntaðir einstaklingar í nokkri viku, skilur við. Og þau fengu hérna út í íbúð bara í miðbænum, það eru samgöngur hérna, þau eru ekki með bíl og almenni samgöngur bara fínar og þú veist, góð vinna, góð velborgað, út á kvöldina að borða og eitthvað, þannig að bara hýta vinnuna. Þú veist, þetta var alveg bara eins og annað heimur og það var viðtal við unghjón hérna sem flutti til Spánar fyrir eitthvað 2 ára, það var bara inn í blöðunum fyrir nokkur vikum og hérna þau bara keypti sér hús á Spáni, seldu allt hérna heima og þau bara alveg sko, þau eru ekkert í sólarferð, þetta er bara fólk bara að flýti heimili sitt og ætlar bara að vera að vinna þarna og lifa þarna og þau bara voru í skuldum vafin hérna heima og þú veist, þetta bara, ég held að sé bara ströymar, þú veist maður, þau tilfinningu að þessi ströymar að fólk að fara bara
í betra umhverfi. Spánn er ekki himnaríki, en þú veist, getur fengið húsnæðar. Samfélagið frekar aðlagað að þörfum íbúana heldur en það hér. Já. Ég ferðaði svolítið Noreg ykkur ár eftir hrun og þá var mikið Íslendingum bara upp eftir öllum Noregi. Já. Og við leikum svolítið að því að hitta þá. Og þau lýstu náttúrulega eins og fólk gerir oft sem að flytja sko að það vill segja manni að það veri rétt ákvörðun. Þannig að maður hafði það svolítið í huga þegar maður verið að hlusta. En svo sögðu þau eiginlega öll sömu söguna sem var einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera í 3 mánuði þá rann allt upp fyrir mér hvurslans helvítis basl þetta er á Íslandi. Já, nákvæmlega. Það var svo svipað og með milljónaverkefni það þegar háaðinn allt fer og rennur allt upp fyrir þeir hvaða erfiðleikar þetta voru. Já. Þannig voru menn og konur að lýsa muninum á Íslandi og Noregi bara sem samfélagi sem byggt upp, ekki náttúrulega fullkomlega, til þess að þjóna svona hagsmunum almennings. Sko ég bara þekki til dæmis bara Bretland þar sem ég var nú lengi og það náttúrulega eru glæpir þar og þú veist fátækt en svona venjuleg fjölskylda bara meðal fólk, bara venjulegt fólk, það hefur bara alveg ágætt þarna. Það er ekki þetta áreiti og einhvern veginn bara þetta álag einhvern veginn ekkert fyrir hendi sko. Og allt svona skipulagsmál og þessi opinberu mál ekki að bögga fólkið, það er náttúrulega kosið og allt hannig sko en ég held að stjórnkerfi sem að er að sjá þetta sé bara fagmenn sem eru bara að vinna vinnuna sína skilur. Kemur ekki einhver pólitíkus og rústar eða breytir einhverju á einni nóttu sko á sem vita nákvæmlega en ég bara með fann að þetta var ekkert sko lykt og hér og þegar ég var yngri þá var alltaf mikið að börnum bara að vinna og sem er alltaf ekki leyft í dag en eins og ég segi þetta það er hvergi náttúrulega neitt sæluríki en það er einhvern veginn til dæmis í hruninu þá var hjón sem ég þekki í Bretlandi sveitafélagi bara borga á lánunum þeirra meðan hrunið stóð yfir og þau voru ekkert rekin í húsinu svo bara þegar þau fengu aftur vinnu eftir hrun þá bara fóru þau að borga aftur á lánunum þannig að það var ekkert að hrófla við fjölskyldunni það var ekkert upp og það var nú bent á þetta hér að þetta væri ein eðlilega leið Jón Danielsson hagfræðingur sem var býrið mitt í Bretlandi hann nefndi þetta mjög víða að það væri alveg vitlaust það sem hún geti gert var að henda fólki út af heimilisum. Já, nákvæmlega. Það bara hverjum dettur það í hug. En þú sér að þetta gerist bara sko, hérna var það litið á sem bara fullkomið réttlæti að henda fólki út. Já. Fyrst bankarnir alltaf gefnir bara einhverju fólki og svo bara nokkur árum setna þá fólkið ekki í húsunum sínum þú veist, til að borga skuldan hjá þessu bankum. Herru, Sigurður, gaman að fá þig heimsókn á Rauðaborðinu að ræða húsnæðismarkaði mest eins og ýmislegt annað. Ég vonandi að það hafi verið smá upplýsandi. Já, kærar þakkir. Ef við sittum áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.